Hreyfivikan þessa vikuna og fjölmargir skemmtilegir viðburðir í boði víða land og við höfum svona aðeins verið að forvitnast það sem að í boði og hann á línunni hjá mér, Ragnar Matthías sem íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í Ölfusunni. Góðan blessaðan daginn. Blessuð. Herru, já, það Hreyfivika og margt skemmtilegt búið að vera núna í Ölfusunni. Já, við höfum tekið þátt í þessari hreyfiviku og það undanfarna árið þess að ég nú byrjaði bara og sett upp einhverja smá dagskráfa þar sem að vera hjá okkur í það skiptið og reynt að vera með eitthvað svona smá kringu það. Já, akkurat. Hvetja fólk til að hreyfa sig. Og þeir náttúrulega hvetja líka til þess að fólk hjóli og gangi í vinnuna eða skólan og notið að sjálfsögðu hjálminn daglega. Já, svona við erum náttúrulega voðalega góðu staðu til að hjóla og hér allt rennið slétt og fínt, þannig að það enga brekkur og það að hjóla, þannig að það tilvalið þetta geta orðið svona bara menn legur svettri að þetta getur svona hjólandi bara. Já, nákvæmlega. Og ekki langt að fara á milli staða heldur? Nei, þægilegt. Og umhverfisvænt. Já. En svo líka þið með frítt í sund og ég sé að það fjölskyldu badminton í íþróttahúsinu til dæmis seinnipartinn í dag. Já, það svona eitthvað sem hentar vel fyrir alla, geta allir komið í badminton, bara að leika við krakkana, svona fjölskyldu sviðinu, geta allir verið með. Akkurat, þetta líka rosalega skemmtileg. Já, þetta líka rosalega skemmtileg sundlaug sem þið eru með. Já, hún verið voðalega vinsæld og reynst vel. Mjög skemmtileg, innlegin hefur kannski aðal aðdráttarafl í svona verið svo lög sem að hefur dreigið flesta gesti annar staðar frá, fyrir utan okkar eigin hérna. Já, ekki margir sem að gera sér ferðið annar staðar á Suðurlandinu og fólk úr Reykjavík til þess að... Já, það alltaf aukast hverju árinu, alltaf að koma fleiri leið, en mann finnst gott sérstaklega ef menn með lítil börn og svoleiðis og alveg niður í Hvítvoginga að koma inn, það hlýtt og dægilegt og örugt og þannig að hún hefur slegið í gegn, hún hefur gert það. Já, akkurat. En svo nú að benda... Ég miklu hánaði með það svona hjá fólki, það svona sem dreifur svona til fólka. Já, en svo nú að benda fólki líka á að ganga eða hlaupa heilsuhringinn. Já. Sem að byrja á íþróttamiðstöðina, hvenær á sunnudaginn? Já, ég setti það á sunnudaginum, en hann náttúrulega... útbyggum hann fyrir nokkrum árum síðan, þetta rúmlega 30 kilometra leið sem liggur svona utan og inn í bæinn og með göngustígur og eða hlaupa eða hjóla eða hvað menn vilja fara og svo eru á honum svona stoppustöðar með svona æfingartækjum sem eru bæði fyrir teygjur og svo svona þrek og styrk og annað því líkt, þannig að það er hægt að hoppa og hanga og lyfta sér og svona hitt og þetta, þannig að það bara fín æfing að fara hringinn og taka upplýsingarskipti fyrir einastu stöð, hvað á að gera og menn getur tekið það er mikið æfing að taka hringinn. Já, nákvæmlega. Maður mitt séð þetta svolítið erlendis að það í boði alveg svona, hvað getur maður sagt, svona hálfgerðir svona íþróttaleikvellir. Já. Sem alveg fyrir fullari fólk líka að bara að nýta sér, mér finnst það mjög sniðugt. Þessir stígar eru upprunalega það nokkur stöðum í Íslandi komið en þetta upprunalega starf og allbónum þetta var skóarstígar, þetta svona byggt upp á svona skóarstíl og það hlaupi í skóinum og tekið æfingar á eitthvað trádrömbum og svona. Já. Nákvæmlega. Þetta mjög skemmtilegt og þetta alltaf það getur að fjölskyldan farið saman og leik sér og gert eitthvað æfingar hangið og látið þetta gera eitthvað sem þetta í hug. Já, svo býður þetta líka bara upp á fjölbreytnina líka, það mann ekkert alltaf inn í ræktina ég tala ekki þegar við erum vel og svona, þá langar mann líka bara að fara út, þannig að það gaman að eiga þannig möguleika. Hlaupandi eða hjólandi eða hlaupandi eða allt þar á milli, bara hvernig þú vilt hafa það. Nákvæmlega. Svo getur þú náttúrulega sett upp þitt eigið prógram eða þinn eigin, þú ætlir að lappa þetta, hlaupa þetta, gera æfingarnar og svo taka tíma, góða fljótur og reynda að bæta þig svona gett og getur leikið með þetta svo þetta eftir hug. En svo það sundkeppni sveitafélagana, þið eru náttúrulega að taka þátt í því í Ölfusunni, ekki? Já, við erum með því. Við erum með stað þarna sínt, ég manni hvað ég er náttúrulega að sjá hvernig staðan í dag, við vorum með stað að fæla fyrir 10. sæti, eitthvað svona, 10-12 sæti
það hefur nú þessi engin róð í þetta Rangárvík eystra, það hljóta menn að vera allir í því. Ég var að hugsa, þeir eru mjög aktífiðar. Alveg gríðarlega, sko, þeir eru komin bara 10 kílómetra mann í sveitarfélaginu, þannig að ég hef svona Gylfi vinur minn sveitarstjóri og þeir hljóta að vera bara í lauginni, alveg frá morgun til kvölds. Jú, þessa vikuna bara tekið sér ekstra frí, allavega svona einhvern hluta dags til þess að fara að synda í lauginni. Haldi hljóta þeirra, þetta er óslega flott hjá þeim, það er gaman að því hvað þeir eru öflugir. Þeir hafa haft mikið metnað í þessu og hefur myndast svona hópefli í kring þetta, þeir er alltaf að halda tillinum, það er bara frábært til þeim. Já, nákvæmlega. En það er mjög skemmtilega við það, þeir er alltaf að halda tillinum, ég held að séu mitt svolítið, þeir eru búin að vera í þessu núna svona síðustu, allavega 2 árið ekki? Jú, það er alltaf alveg magna. Einhverja hlutu þegar þetta byrjar, þá dettur þetta einhvern veginn inn, svona menn dæna svolítið blind í sjóin, þá dettur þetta inn einhvern veginn og það dettur eitthvað svona stemning í kringu þetta sem að verður svona hjá þeim alveg bara það er bara hver sem ekki getur aldrei held ég að hljóta að vera í lauginni. Já. Það var frábært, virkilega skemmtilega. Það er spurningaði mitt, ég kom með þetta þegar ég var að tala við hennar Sabínu núna í upphæfi svona vikunum fyrir hreyfivikunum, þá einmitt vorum við aðeins að ræða þetta og einmitt sundkeppnina og ég var svona aðeins að svona bara hvetja líka sveitarfélagin til þess að taka vel þátt í þessu verkefni. Já. Þessu sundverkefni. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni. En það þarf allavega að hafa vel í til þess að náðum í Rangárþinginu. Já, heldur betur. En ég sá núna, það var í tölvupóst núna samskiptum með þeirra sem er í með þetta, menn var lótsið eftir að taka bæta í næsta ára og verður að hlaupa keppni sveitarfélagin og það má prjóna í kringu þetta tímislegt, sko. Já. Það er eitthvað allir reyningu, þannig að það er óendalegt að gera mikið, þetta er bara skemmtilegt. Það er líka hlaupa hópar rosalega við, þannig það er bara mjög skemmtilega og sniðuð hugmynd. Já, þannig að það er ýmislegt sem hún gerir í þessu. En þetta er bara gott, þetta er náttúrulega alþjóðlegt verkefni og bara gott að því að tekja til barmasýningu. Við höfum alltaf að reyna að vekja athygli og hreyfingu, þannig að fólki á að hreyfa sig, þannig að það er svo lengt að reyna verkefni. Já. Það er við svona reynum hangi og vera með allt, svo gerum það. Hvað er svona best fyrir eitthvað fólk að nálgast upplýsingar í sambandi við svona þá viðburði sem það er í boði? Það er nú allt inn á heimasíðu sveitarfélagsins, þannig að það er þetta nálgast þar. Já, dagskrá þar. Já, dagskráin er þar og svo hefur við inn á hafnafréttum líka og svona, þannig að það eru svona helstu staðir sem þetta var nálgast þetta. Já. Auðvitað. Nákvæmlega. Ragnar, kæra þakki fyrir þetta, gaman að heyri ykkur og hvet fólk til þess að kíkja yfir þetta allt saman og hvað er í boði og taka þátt. Takk fyrir þetta. Já, takk. Bless.